Þannig ég var komið með svona einhverja stíflur og svona furðulegt eitthvað í nefinu, þannig að ég fór til læknis og fór í aðgerð til þess að eitthvað miðnissi var eitthvað tjónað sagðan og gengur vel og allt opnast og ég er svona góður einhverja vikur að mánuði, svo er allt orðið að loka aftur og ég fatt það síðan bara eftir og þetta var kottin. Ég byrjaði að kaupa með svona heilsukotta og hann olli þessum bólgum hérna sem að stíflaði nefið og þetta er ég að sjá bara hjá fullt af fólki, þúsundum sem ég tala við. Síðan heldur þetta áfram og ég er náttúrulega alveg trúið því að svona dýna muni komin í heilsu ennþá betur í lag. Og þá kom upp einhver einkenni, ég vakna þarna með einhver sár á sköflungum og fer að verða þreyttari og svona, þetta er ekkert svona augljóst fyrstu árin sko, það er eitthvað sem er að gerast, ég verða eflaust svona dregur aðeins úr mér og það er það sem er svo alvarlegt við þetta, þú finnur þetta ekki strax kannski. Í raun og veru er þetta bara afgangsolíu afurður sko, sem að verða til þegar að búa þetta bensín og fleira. Já. En þarna er iðnaðurinn fyrir í gang með einhver svampefni og auðvitað þetta er flott í sæti á bílum og bara alls konar. Og þarna kemur þá vara sem er ódýrari framleiðslu með meiri þrýstijöfnun og svona flotta eiginleika. Og í byrjun eru þetta kannski 4 mismunandi efni sem eru notuð í svampinn sem að hafa engin svona teljandi áhrif kannski á flesta. En síðan fer að fjölga efnunum sko og svo núna síðustu kannski 20-30 árin þá að fara að nota allt upp í 60 efni í hverja dýnu sko. Þú líka mig fer að safna þessum nanoögnum sem að komast inn í blóðrásina, fer að safna þeim bara upp í bólgur og bjúg. Já. Og þá verður til svona, þú veist maður, eins og ég var þrútin í andliti með bólgur aftan á hnakkanum og þar herðum, í hnjám liðum og þá verður til svona liðagigt og vefjagigt og þú veist þreytan er vefjagigtin, svona þessir óútskýrðu sjúkdómar og síðan er komið á því hérna 2017, þá er ég orðin allur undirlagður af bólgum, þá er þetta bara búið að vera að safnast upp. Ég er farin að halda að ég sé orðin sko veikur á einhverju myglu eða eitthvað, en nú er með bólgur og þreytu og rosalega nætusvita, það er nú hluti á því, það er mjög margir sem upplifa það, þá er líka mann að reyna að hreinsa út efni bara með svita, það þú vakna kannski 4 sinnum á nóttunni, drekka, pissa og þannig að kerfið er á fullu bara að hreinsa þegar það bara verið í allt öðrum sko málum og vaknar alltaf þreyta við daginn, húðvandamál, getur verið hausverkir, jafnvægisleysi, ég var að fá furðulega verki hérna, svona sterk einkenni og ég síðan fekk ég sko verki, það óks brjósk út úr bringubeinu hérna. Já. Það kom hnúður hérna, fór að vaksa hnúður niður úr gómnum á mér, inn í munnunum. Já, hérna. Þetta hljómar eins og ég hafi bara verið andsetin, kom bara ljós að við vorum búin að flytja nokkur sinnum á þessu tímabili sem ég var að veikjast og þá hugsaði ég, ok, það er dýnan er búin að fylgja mér allan tíman, fór að googla bara problem with þetta efni og þá kom upp svona einhverja horrorsögur frá Bandaríkjunum úr einhverjum hópum. Já. Þar sem að fólk taldi að ættingar hefði bara látist að því að sofa svona dýnu og alls konar sögur veikindi og ég fekk bara sjokk, bara þú veist hvað er í gangi. Prófaði að skipta kottanum út sem var svona samkoti, var það strax bara betri á nokkurum dögum, svona mánuði seinna og fór ég að reyna að fá einhverja betri dýnu þegar ég hafði loksins tök á því og þá fann ég mun á heilsunni, ég var strax léttari líkamannum, bólgum minnkuðu, hreyfigetan óx, þreytan minnkaði og þú veist bara allt svona fór að koma tilbaka aftur þessi gamla orka sem ég þekkti og ég hugsaði bara, þetta var svona líða þarna 2-3 mánuði þegar ég var farin að svona pæla þetta, ok, er mögulegt að þetta sé að gerast fyrir fleiri en mig? Er þetta bara ég eða einhverju fleiri? Þannig ég ákvað að stofna þetta Facebook-hóp. Já, og bara... Hann stofnar Facebook-hópin, er rúmið mitt að drepa mig? Já, það passar. Og ég geri það á laugardagskvöldi. Svona kasta út lýsi einkennunum eins og ég er að gera hér og kasta út svona á vini mína bara á Facebook að þú veist svona íta þessu áfram og hvort einhver hafi lent í þessu og sunnudeginu þegar ég vakna sko, þá voru komin svona 4-5 þúsund manns í hópin. Já.
allt voru vitlaust Já. og einhverjir miðlar að fara að fjalla um þetta. Og þessi 4-5.000 manns og margir voru að svona lýsa að þeir væru með sambærilega upplifun eða hvað? Já.